Potturinn lætur kannski ekki mikið yfir sér þegar keyrt í gegnum Blönduós, en þetta stór veitingastaður. Hvenær opnaðir hann? Við opnaðum hann 2007, það er góð ár, og höfum rekið hann síðan. Fyrst hét hann Potturinn og pannan, og svo það eigendabreytingar 2011 og þá breytti ég nafninu Potturinn restaurant og við hjónin höfum rekið hann síðan, ég og Sandra kona mín. Hvað getur þú tekið á móti mörgum hérna? Já, við erum með 2 hæðir og það geta verið upp undir 80 manns á neðri hæðinni og svona 60 í Eyvindarstofu efri hæðinni. Þetta ekkert lítið miðað við, Blönduós kannski fólk tengir ekki það við stærðarinn veitingastað, en hvernig hefur gengið síðan 2007? Það hefur gengið bara þokkalega. Svona veturinn alltaf erfiður, það mætti vera meira fólk og síðar í ár eftir hrun þá minnkaði mikið traffíkin yfir veturinn. En maður byggir þetta á heimafólkinu sem eru mjög mikilvægir okkur, heimafólkið og svo þessum helgar veturinn. Svo ég með skólamatinn og það styður reksturinn yfir veturinn. En annars þetta bara, yfir sumarið bara mjög mikið að gera og því að fjölga fólkinu tvöfalt, þrefalt sko. Verður var við þessa aukningu ferðamanna, útlendra eða erlendra hjá þér? Já, þetta yfir sumarið kannski ekkert svo mikið en það að teygjast í báðar áttir. Apríl og maí orðin betri og svo alveg þangað til í októberlok. Þá fer þetta að róast. En sérstaða þessa staðar kannski hvað hann fjölskylduvænn eða hvað? Jú, við reynum að gera mjög vel við fjölskyldufólk. Við erum með barnahús og við erum með sálsalernstöð fyrir lítil börn og erum með barnamatseðil og reynum að gera svona heilsumat líka í bland við annan mat sem kannski ekki eins heilsuvænn, en við reynum að þjónusta fjölskyldufólk sérstaklega. Ertu að fá svolítið af hópum hérna eins og til dæmis á vorin og skólakrakka eða? Já, skólakrakka og svo það sérstaklega íþróttahópar. Þeir stoppa hérna, við erum með sérstaklega matseðil fyrir íþróttahópa, þeir stoppa mjög mikið, það passar að borða hér áður en keppa á Akureyri og það mjög, ég held að fari flest allir hér í gegn sem að stoppa hér hjá mér og fá sér kjúklingapasta og súpu og brauð. En svo nú sagan hér allt kring, þú ert með mjög sérstaklega stofu uppi, segðu mér aðeins hana, Eyvindarstofu. Já, hugmyndin af henni kom þegar ég var með ferðaþjónustuna á Hveravöllum. Þá ætluðum við að byggja þar upp og gera svona Eyvindar og Höllu þema. En svo þegar það var ekki að ganga upp þá hugsaði mér nær og átti hérna ónýtt rými hérna á efri hæðinni. Og þar útbyggum við Eyvindarstofu kallaða og þar sögunni gerð skil og í myndi, máli og mat. Við erum með sérstakann Eyvindarrétti og leirtaugið hannað eftir handverki Eyvindar og svo erum við með sýningarsal og upplýsingar sögu þeirra inn af því. Svo erum við með kaffihús yfir sumarið við Árbakkann og Hótel Húnavelli sem eru í 18 km fjarlægð. Sumarhótel þegar skólinn ekki í rekstri. Þannig að það í nóg að snúast, hvernig gengur að fá starfsfólk? Já, við erum lítið með Íslendinga, það bara vont að fá þá í vinnu. Og ég búinn að auglýsa og ég vill hafa Íslendinga í vinnu og sérstaklega í svona þjónustustörfunum, en það bara gengur ekki vel. En svo ég með mest eru erlendi starfsmenn. Og hvernig það að virka? Það virkar ágætlega. Það misjafnt fólk eins og Íslendinga líka, en upp til hópa þetta gott fólk og duglegt og samviskusamt. Þannig að þú ert eiginlega að auglýsa eftir fleira fólki í vinnu? Já, ég get alveg bætt við með Íslendingum. Það ekki vandamálið. Bara takk fyrir þetta og gangið vel með þetta. Takk fyrir.